Sérvaldar lambagrillsneiðar með 50% afslætti. Netto. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín. Framundan fjölbreyttur þáttur. Við fórum á framboðsfund allra flokka í Reykjanesbæ og þá fóru þau Árni Þór og Sólborg í danskompani. Við gefum ykkur tóndæmi frá 15 ára afmælistónleikum breiðbandsins sem latasta hljómsveit Suðurnesja. Þáttinn hins vegar byrjum við á sjómennsku. Haukur Guðberg Einarsson sjómaður úr Grindavík en hann hefur verið til sjós frá því hann var 16 ára gamall. Í dag Haukur skipstjóri á Auði Vésteins sem einhamari Grindavík gerir út en hann og áhöfn hans róa frá Stöðvarfirði og að heiman í alltaf 3 vikur í einu. Við hittum Hauka á kaffihúsinu Bryggjunni í Grindavík og fengum hann til þess að segja okkur aðeins frá sjómennskunni og sjómanna fjölskyldu lífinu. Haukur, segðu mig, hvað ertu búin að vera lengi til sjós? Herðu, ég var að hugsa þetta daginn og mér brá. Ég er að klára 29. árið mitt á sjó. Hvað er það sem heillar við sjómennskuna? Það er allt. Það er bara, það er aldrei, sko, það er aldrei neitt eins. Það berjast náttúrulega við Guðuna og eins og ég hef sagt áður, sko, áhöfnin, að vera með góða áhöfn stórkostlegt og það einhvern veginn, maður kynnist mönnum alveg gjörsamlega inn við beini inn á sjó, þegar maður á sjó. Verður þetta ekki líka bara ákveðin fjölskylda á sjónum? Þetta bara önnur fjölskylda. Það bara laukrétt. En ekki erfitt að vera oft svona lengi í burtu frá sinni eigin fjölskyldu? Jú, það búið að taka mikið á þeim málum í gegnum árin og maður náttúrulega aldrei getað þetta nema eiga góða konu og sterka fjölskyldu. Og hvaðan ert þú að róa núna? Ég róa frá Stöðvarfirði. Og hvað ertu lengi í burtu? Þetta eru svona hálfur mánuður upp í 3 vikur. Og ekkert erfitt að aðlagast þá þú kemur í land, að vera í landi í einhvern smá tíma og fara svo aftur í burtu? Jú. Maður gerir alltaf usla þegar maður kemur heim. Það er alltaf jól þegar maður kemur heim og maður vill gera allt og kona kannski ekki alveg sammála. Svona rútínan fer svolítið út þúfur? Já, gjörsamlega. Það fer allt út þúfur. Ertu með einhverja skemmtilega sögu fyrir okkur úr sjómannalífinu? Það er nú margt gerst á sjónum. Stórstu spurt samt sem áður, sko. Ég man, ég get kannski sagt eina sögu þegar ég kynnti sjómennskunni í fyrsta skipti. Þá ég 10 ára gamall og fekk að fara með Rúnarapabba á sjó á gamla Geirfugli. Og þetta var, mér minnir að þetta hafi verið 3 sólarhringar, 2 eða 3 sólarhringar. Það voru þeir á netaveiðum. Og ég var ofboðslega spenntur að komast með, sko. Fara bryggjuna, fara borð og sigla út. Svo ég man þegar við vorum að sigla út úr innsiglingunni, þá var smá kaldi og þá byrjaði ég bara að vera bullandi sjóhaukur og ég bara fór í koju. Og eftir rúma sólarhring þá náði kokkurinn í mig og gaf mér ís og ég lagaðist alltaf til og ég fer upp í brú og ég kíkir svona út gluggann og horfið niður og mér bara bregður, sko. Mér verður dálítið og ég man þessa tilfinningu eins og hún gerist í gær. Þegar ég var að sjá þessa sjóara jaxla greiða þorsk úr netum. Mér fannst þetta var bara magnað, sko. Það voru bara heljar menn í mínum huga og ég hugsaði ég ætla að verða svona. En er þetta ekki bara svolítið þannig samfélag líka, sérstaklega kannski hérna í Grindavík í litlu sjávarþorpi, að það þekkjast allir svona svolítið? Já. Ég þekki þetta eiginlega á 2 stöðum líka, sko, eins og í Grindavík. Þetta er dálítið svona fjölskyldutengt, sko, og svona, það þekkja allir alla eins og þú segir. Við bönkum ekkert upp á sumum húsum, við bara förum inn, ég er komin, þetta er kaffi. Þetta er svona svipað á Stöðvarfirði, maður þekkir voðalega marga þar og þetta er svona einmitt pínulítið bæjarstæði, gott fólk sem mann ekki vænt um. En hvað hefur helst breyst á þessum, 29 árum hjá þér í sjómennskunni? Það er margt breyst. Þetta loðnubátarnir, þeir breyttust í fjölveiðiskip, stækkuð.
Vertíðabátarnir hérna, þeir minnkuðu niður í plastbáta og veiðarfærin, þau eru náttúrulega búin að breytast alveg gífurlega í gegnum þessi ár. Tækni, alveg gríðarleg tækni sko, og sem að við höfum þurft bara að aðlagast og taka þátt í. Annars hefur maður þurft að hætta í þessari starfsgrein. En skiptir tækni í miklu máli á Íslandi í alls konar veðrum og vindum? Hún skiptir öllu máli og það er bara til dæmis eins og með veður upplýsingar. Það eru orðnar svo gríðarlegar, þetta er bara nánast upp á mínútu sem við erum að vinna með, sem við treystum bara algjörlega á sko. Sem að var mikið erfiðara áður sko. Þá þurfti maður að hlusta á veðurfréttir, gömlu vindstigin sko, og þetta var svona, það munaði kannski 6, 8, 10 tímum þegar stormunum var að skella á, en við sjáum þetta upp á mínútu í dag. Nú er sjóarinn síkáti framundan. Já. Og þú hefur nú verið svolítið liðtækur í þeirri hátíð. Já, ég er svona reynt að hjálpa til sko. Hvað er skemmtilegast við sjóarann? Allt. Það er náttúrulega, sjóarinn síkáti er náttúrulega bara gríðarlegt sko batteri. Og ég segi það að þetta er svona skemmtilegast fyrir börnin. Og hvað er skemmtilegra fyrir börnin en að fá fólk út úr húsunum og fara að skreyta og láta börnin hjálpa og svo er bara svo ofboðslega margt. Þú veist, það er sjóarinn síkáti á gólfi sem er á laugardagsmorgni þarna klukkan 9, ræst út á öllum tegum. Það passar að hafa það mjög snemma svo þú getur átt daginn á bryggjunni eða í öðru. Það er fótbolti, það er körfubolti, það er fullt hérna á bryggjunni sko, það er þú veist, endalaust. Ógleymdri skrúðgöngunni. Skrúðgangan er náttúrulega, það er svona dálítið keppni sem milli hverfa sko. Og hérna er þess að við sömdum lag í fyrra. Já. Það er svona vakti mikla lukku sko. Já, þú ert í appelsínugula hverfinu. Já, ég vil taka það fram að við höfum sópað að okkur öllum verðlaunum síðustu ár sko. Öllum verðlaunum. Og ég ætla bara að senda á hinn hverfin í leiðinni í þessu viðtalið. Þið verðið að fara að hýsa upp ykkur. Og hvetur ekki bara alla til að mæta? Jú, þetta er náttúrulega fyrir alla. Meira þess að Keflvíkinga sko. Og þú veist, það eiga bara allir að mæta á sjóarinn síkáti í Grindavík sko. Bara hafa gaman. Já. Frábært. Bara góða skemmtun. Já, takk fyrir og sömuleiðis. Ertu á leiðinni út? Það er alltaf ódýrara að bóka bílastæði við Keflavíkurflugvöll fyrirfram á kefairport.is. Einfaldaðu lífið, tryggðu þér stæðið og borgaðu minna í leiðinni. Einmitt þarna á þessum stað og stund, allt í kring var fólk svo létt í lund. Við áttum okkar fyrsta ástarfund, en þú skuldar mér ennþá 1000. Ég horfi í augun þín og þú horfir í mín. Ég vona að þú borgir mér fljótt í síðasta lagi fyrir næstu ljósa nótt. Ég horfði í augun þín Júrósum hækkun og þú horfir í mín. Ég vona að þú borgir mér fljótt í síðasta lagi fyrir næstu ljósa nótt. Í síðasta lagi fyrir næstu ljósa nótt. Ég er einmanna kúreki, en ég er aldrei á hestbaki, því ég er hræddur við hryssur og 6 skota byssur, svo fæ ég í magan af whisky.
Guðanna bænum. Ég bý í Guðanna bænum. Ég bý í Guðanna bænum. Kerlingin var inni í stofu að væla á mig. Ég mátti ekki fá mér bjór og horfa á sjónvarpið. Það var Everton og Chelsea og hún slökkti á. Og Gylfi Sigurðs byrjaði inn á. Má ég ekki fylgjast með síðustu mínútunni? Please, þetta úrslitaleikurinn í deildinni. Af hverju ertu aldrei góður í? Ég sem geri allt fyrir þig. Ég bý í Guðanna bænum. Ég bý í Guðanna bænum. Ég bý í Guðanna bænum. Í þér alltaf endalaust hávaði. Ég heyrði ekki þegar Gylfi skoraði. Slakaðu á og verð ekki svona æst. Ég fæ mér sko betri konu næst. Græn vínber með 50% afslætti. Netto. Grísa grillbóksneiðar með 40% afslætti. Netto. Mörgum hefur fundist vera nokkuð mikil rólegheit í kringum sveitarstjórnarkosningarnar að þessu sinni. Allavega yfirbragðið öðruvísi, en kannski eru bara margir þreyttir á stjórnmálum eftir læti í kringum Alþingi síðustu árin. Í Reykjanesbæ staðan nokkuð sérstök, bæjarfélagið mjög skuldugt, en möguleikarnir eru hvergi meiri og eftir atvinnuleysi og volæði eftir bankahrun nú allt í syngjandi sveiflu. Þar eru frambjóðendur 8 framboða sammála að það þurfi að ýta við ríkisvaldinu sem hefur ekki staðið sig í framlögum, það þurfi að laga þjónustu heilsugæslunnar og síðan eru allir stuðningsmenn Kísilvera í Helguvík í hópi bæjarfulltrúa og frambjóðenda sem og bæjarbúa horfnir. Og jú, íbúa lýðræði var líka oft nefnt. Þetta eru meðal mála sem voru rædd á kosningafundi frambóðan 8 í Stapa í vikunni og víkurhiti voru þar og sýndu frá fundinum í beinni útsendingu á Facebook síðu sinni. Fundurinn var haldinn af frumkvæði málfundafélagsins Faxa í samvinnu við Víkurfréttir og Reykjanesbæ. Hér smá fjör frá fundinum og við hefjum innslagi þar sem oddviti Framsóknar spyr oddvita Samfylkingarinnar heilsugæsluna. Ef ég skildi þið rétt, Friðjón, þá myndi Samfylkingin ekki taka þátt í því ef að sveitarfélagið myndi leita til ríkisins að koma að rekstri heilsugæslu á Suðurnesjum í Reykjanesbæ. Það rétt skilið á mér? Ef fjármálaráðherra kæmi og rétti mér 3,5 milljarð, þá myndi ég huglega skoða það, en fyrst ég að fá 3,5 milljarð á bankabókinni hjá mér áður en ég hugsaði það að gera það. Já, þér persónulega þá eða? Ekki væri það vera. Hún bara fíblast, sko. Takk ykkur fyrir. Þá það hann Guðbrandur Einarsson frá beinni leið sem að færa að spyrja oddvita að eigin vali. Já, því að ég nú að vera svo ljúfur á góðum aldrinum, þá ætla ég að spyrja félaga minn Gunnar Þórðarsson. Hann nú orðinn svo gamall hvað frjálst afl ekki skera í málefnum eldri íbúa hér á svæðinu.
Já, trúlega ég aldursforsetin hérna, þannig að það ágætt að svara þessu og undirbúa sig vel. Nú, við erum auðvitað hlynnt því að lækka fasteignaskatta hjá eldri borgurum og þá með því að hækka viðmiðunarmörkin. Ég reyndar á því að við eigum að stefna því að lækka fasteignaskatta hjá öllum í framtíðinni þegar að betur árar. En við höfum auðvitað stutt við bakið á eldri borgurum með ýmsum hætti. Við höfum komið að stað þessu merkilega Janusarverkefni sem að veldur heilsueflingu, það er heilsueflingar átak sem þýðir það og gefur okkur tækifæri til þess að vera lengur heima, við sem eldri erum. Við viljum reisa 60 rýma heimili á Nesvöllum fyrir eldri borgara. Það er þörf fyrir það er mikil langur biðlisti. Líklega stærsta málið í Reykjanesbæ á kjörtímabilinu er starfsemi Kísilvers United Silicon, en það er annað á kantinum og oddviti sjálfstæðismann í Reykjavík er tengdur því. Oddviti Pírata, Þórólfur Dagsson, sagði það stærsta mál þeirra og spurði svo Margréti Sandes frá Sjálfstæðisflokki spurningu hugsanlegt kísilver Thorsills. Okkar helstu stefnumál hjá Pírötum er náttúrulega fyrst og fremst stóriðan í Helguvík. Við viljum ekki mengandi stórið í Helguvík, punktur. Það er ekkert ef kannski, það bara henni verður úthýst. Og ég hef barist fyrir því, bæði á pólitískum vettvangi og ópólitískum vettvangi og ég mun halda því áfram. Ætlið þið að koma í veg fyrir það að Eyþór, vinur ykkar úr bænum, reisi hér kísilmálverksmiðju í Helguvík? Takk. My friend Eyþór. Ég hef sagt áður að þarna varandi Thorsill að þá eru þeir ekki til dæmis búin að borga gatnagerðargjöld sem mér finnst mjög skrítið þegar þeir eru að fara í milljarða framkvæmd og það er ekki einu sinni búið að borga þetta. Þannig að ef að þeir ætla ekki að standa við skuldbindingar og þetta verður uppaf af einhverju meiru, þá ætlum við ekki að taka þátt í því. Ekki séns. Þið þurfuð ég bara, þegar ég horfi einnig við salinn og ég sé mjög marga sem þekkja mig, þá vitið að ég stend við það sem ég segi. Það er ekki í boði að fá annan farsa eins og United Silicon. Dagný Alda Steinsdóttir, oddviti Vinstri grænna, hefur barist hart gegn kísiliðna í Helguvík á síðustu árum og ræddi það meðal annars í lokaorðum sínum. Ég hef barist gegn þessum mengandi iðnaði vegna þess að ég vill ekki fórna náttúru og heilsu okkar bæjarbúa ókomna tíð. Eins mikið og er rætt United Silicon, þá megum við ekki gleyma Thorsill. En allt virðist stefna í aðra risavaxna kísiliðju. Skemmst er frá því að segja að ítrekað hafa bæjaryfirvöld gefið frest á greiðslu gatnagerðargjalda sem segir mér að stóriðju vitleysan heldur áfram í Helguvík. Oddviti Birna Leiðar og núverandi forseti bæjarstjórnar, Guðbrandur Einarsson, var spurður af félagi sínum, Friðjóni Einarsinni úr Samfylkingu, út í hvatagreiðslur og þjónustu við barnafjölskyldur. Við skrifum það inn í málefnasamninginn þegar við tókum við 2014 að þrátt fyrir erfiðar stöðu í fjármálum þá ætluðum við að reyna eins og við gætum að styðja við barnafjölskyldur í bænum okkar. Og við það höfum við staðið. Eins og Dagný benti hér á réttilega áðan þá eru bara ekkert allir í þessu samfélagi sem hafa það gott. Mér langar nú kannski bara því að Jóhann er svo umhugaður kennara, eigum við þá ekki bara að byrja á skólaliðum eða ófaglærðum á leikskólum. Er það ekki hópurinn sem hefur það verst? Ef við erum að hugsa þá sem að minnst mega sín í þessu samfélagi. En við vissum það er ekki allir sem að hafa efni á því að stunda tómstundir eða íþróttir og þess vegna lögðum við þá það áherslu að auka hér hvatagreiðslur eins og okkur var fært og fórum úr 10.000 krónur hvatagreiðslu upp í 28. Bein leið lofar nú 50.000 krónur hvatagreiðslu sem að við munum koma í framkvæmd og að því að Magga er nú að lýsa eigið ágæti, þá vitið þið sem þekki mig að ég mun standa við það.
Miðflokkurinn býður fram í fyrsta sinn í bæjarstjórnarkosningunum í Reykjanesbæ og þar Margrét Þórarinsdóttir oddviti. Og síðan heyrum við í oddvita framsóknar Jóhanni Friðriki Friðrikssyni. Reykjanesbær stendur frammi fyrir miklum tækifærum en jafnframt áskorunum. Fordæmulaus fólksfjölgun kallar á margvísleg úrlausnar efni. Miðflokkurinn leitar ávallt skynsamlega lausna. Við hlustum á öll sjónarmið og munum standa með bestu lausnunum. Við erum flokkur sem hlustar á íbúana og treystir þeim. Það skiptir máli hverju stjórna. Meiri hluti, Samfylkingin, bein leið og frjálst afl leyfðu okkur násamlega að kjósa Thorsil en sagði jafnframt að niðurstaðan skipti engu máli. Miðflokkurinn mótmælir svona hroka vinnubrögðum í bæjarstjórn. Á laugardaginn kjósum við okkur nýja bæjarstjórn. Í oflangan tíma höfum við þurft að þola forystu sem ekki hefur gætt okkar hagsmuna. Forystu sem lætur undan þrýstingi. Þrýstingi frá kröfuhöfum sem sýna okkur enga vægð. Auðmönnum sem vilja reisa hér mengandi stóriði í okkar bakgarði en ekki í sínum eigin. Við megum ekki við fleiri mistökum. Það komin tími á faglegri vinnubrögð. Það sem heilsa íbúa sett í fyrsta sæti. Það komin tími á bæjarstjórn sem forgangsraðar í átt að velferð okkar og barnan okkar. 200 manns sóttu á fundinn og enn fleiri fylgdust með í beinni útsendingu Víkurfrétta. Verið velkomin í Hljómaðöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Hvað í gangi hjá okkur þessa dagana í Danskompani, Helga? Við erum að flytja. Við sem sagt fengum húsnæði við Brekkustíg og fáum það reyndar ekki fyrir í haust eða ágúst. Erum núna að pakka saman smiðjuvöllum og fara með allt í geymsli. Og hvernig gengur það? Ótrúlega vel, þetta miklu meira en maður heldur. Ég einhvern veginn bjóst við að þetta væri minna aft óti þó maður sé daglega þá erum við mikið að búningum og hinn á þessu. Hvernig líst ykkur á það, stelpur, að Danskompani sé núna að fá nýtt húsnæði? Mér finnst alveg geggjað að sé að fá nýtt húsnæði en leiðilegt að missa þetta samt. Það er búið alveg ótrúlega svona, það er svo mikið að minningum hérna á eitthvað en við gerum fleiri. Hver er búin að vera að æfa lengi hér í þessu húsnæði? Ég hef verið frá því við farðum okkur hingað, bara frá upphæðir, þú veist, ég hef verið í Danskompani frá upphæði. Við hefum verið hér í 6 ár. Þið voru í smá tíma í einhverjum vandræðum með að fá nýtt húsnæði. Já. Hvernig er tilfinningin að vera búin að leysa það núna? Það er mjög gott. Við bara frábærir foreldrar og vel unnarar skólan sem að aðstoða okkur við það. Þannig að það er mikill léttir. Hvað er þið búin að vera að kenna dans lengi hérna? Síðan 2013. Ég hef verið síðan 2015. Ég held 2,5 ár. Og hvernig er bara að æfa og kenna í Danskompani? Best að vinna í heimi. Já, við erum bara einstofu fjölskylda, ótrúlega gaman, alltaf. Og hvernig eru þá næstu mánuðir hjá okkur? Við förum náttúrulega í smá frí í sumar. Við höfum verið með sumarfrí, sumarnámskeið undanfarin ár, en gerum það ekki þetta sumar. Þar sem við náttúrulega erum ekki með húsnæði í júní og júlí. Svo fer bara allt í 5. gír í ágúst og við setjum upp á nýjum glæsilegum stað í rauninni. Við erum með 3 sali og 2 hér, þannig að getum tekið meira inn á biðlista. Hvernig sjáu þið svo fyrir ykkur næstu mánuði og ári í nýja húsnæðinu? Við erum náttúrulega að fara, því miður, leiðilegt, en það verður ótrúlega gaman. Já, við komum aftur. Við ætlum að koma aftur að kenna í Danskompani þegar við erum búin að ljúka námi erlendis. Vil ég segja okkur aðeins frá þessu námi erlendis? Já, ég komst inn í skóla sem heitir London Studio Center og hann er í London og það er 3 ára nám, bara dansnám og svo útskrifast ég þaðan og þá get ég bara að fara að lifa draumnum og bara gera allt sem ég vil, dansari og svo kem ég bara aftur í Danskompani og kenni hér og dansa. Við komumst inn í svona undirbúningsár í skóla sem heitir Bird sem er líka í London og eftir það fyrir við síðan aftur í pröfur þá bara út allt og ætlum okkur bara lengra. Við fáum 4 ár í staðinn fyrir 3. Er alltaf nóg af fólki á Suðurnesjum sem langar að dansa? Já, það allavega er smekkfullt og
og við erum að fara í stærra rými með fleiri sölum. Við náttúrulega erum búin að vera með biðlista núna í 2 ár. Þannig að við vonandi getum hleypt öllum að sem vilja. Hvar getur fólk skráð sig þá í haust ef við langar að koma af stað? Inn á danskompany.is. Það verða allar upplýsingar þar. Við opnum skráningu í júlí. Og allir velkomnir eða eitthvað? Já, við erum með sem sagt frá 4 ára og upp úr. Við erum með ótrúlega skemmtilegan dansræktarhóp sem eru bara konur eins og staðan núna en kallar sjálfsögðu velkomnir. Og það bara fullorðið fólk sem langar að koma að dansa einu sinni í viku. Myndið þið segja að grunnurinn hérna við hjálpaði ykkur til að reyna að komast síðan inn í þetta nám? Já, mjög mikið, bara grunnurinn hér, allt, skilur við. Það danskennarinn okkar, Helga og Auður eru bara búin að gera okkur að því sem við erum. Fyrir hverja myndið þið mæla með danskompany? Alla. Já. Alla. Þetta bara ótrúlega skemmtilegt nám fyrir alla. Á öllum aldri. Já. Gangi ykkur vel úti, stelpur. Takk fyrir. Við þökkum ykkur fyrir áhorfið, minnum við á aðra miðla Víkurlegt fréttablað sem driftir inn á öll heimili á Suðurnesjum. Fréttavefurinn okkar, vaff.is, og fyrir kylfingana þá eru það golffréttirnar á kylfingur.is. Við viljum líka vekja athygli ykkar á því að blaðið okkar, Víkurfréttir, hefur verið gefið út síðan 1980 og nú hægt að sjá öll tölublöðin í stafrænu formi á tímarit.is. Það magnað. Endilega kíkja á það. En við þökkum fyrir okkur, sjáumst í næstu viku og verið sæl. Verið sæl.